Hjálmar, þú ert ómjútaður. Hvað segirðu? Þú ert að setja á mjút. Já. Já. Yep. Já. Já, ég heyri. Já, ég er hér. Já, ég er það. Ég er hér. Já, ég er hér. Virðulegi forseti og kæru tilheyrendur, ég mæli hér fyrir tillögu heimildir til frávika frá skilyrðum sveitarstjórnarlaga vegna neyðarástands í sveitarfélagi. Ég ætla að lesa upp tillöguna með leyfi forseta. Lagt til að borgarstjórn samþykki tímabundið frávik frá skilyrðum ákvæða 3. málsgreinar 17. greinar
5. málsgreinar 31. greinar, 1. málsgreinar 40. greinar og 1. og 2. málsgreinar 42. greinar sveitarstjórnarlaga með vísan til auglýsingar nr. 230/2020 ágöngun samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra samkvæmt 6. bráðabirgðaákvæðis fram að næsta reglulega fundi borgarstjórnar þann 21. sveitarstjórnar nr. 138/2011. Borgarráð fer þannig með sömu heimildir og borgarstjórn hefur fram að næsta reglulega fundi borgarstjórnar þann 21. apríl með sömu skilyrðum og í sumarleyfi borgarstjórnar samkvæmt 48. greinar samþykktar með stjórn Reykjavíkurborgar og fundarskap borgarstjórnar. Á þessum tíma verður jafnframt heimilt að nota fjarfundabúnað á fundum borgarstjórnar, borgarráðs, fagráða samkvæmt B-lið 63. greinar samþykktar með stjórn Reykjavíkurborgar og annarra nefnda samkvæmt B-lið 64. greinar samþykktar eftir því sem við á. Notkun fjarfundabúnaðar skal jafnan vera í samræmi við ákvæði í leiðbeiningum um notkun fjarfundabúnaðar á fundum sveitarstjórna nr. 1140/2013 þó þannig að meirihluti fundarmanna þarf ekki að vera á boðuðum fundarstað eins og fram kemur í 5. grein. Einnig verður fundargerð borgarstjórnar áfram staðfest og yfirfarin af forseta borgarstjórnar og skrifuð í samræmi við ákvæði 8. greinar leiðbeininganna. Ég vil fara örfáum orðum um þetta en þannig það nú að frá því að þetta ástand byrjaði þá hef ég og við í forsætisnefnd unnið ötullega að því að tryggja það að stjórnsýsla sveitarfélagsins Reykjavíkurborgar geti haldist órofin allan tíman svo að ráðið og pólitíkin geti tekið sínar ákvarðanir og sinnt sínu eðlilega eftirliti. Þannig sendi ég bréf til umhverfis- og samgönguráðs með beiðni það að heimildum fjarfundabúnaði væri komið inn. Þingið bregðast vel við með því að semja frumvarp svo sem við síðan í forsætisnefnd komum með umsókn með þar sem við beindum nokkrum athugasemdum það sem þar var og það er mjög ánægjulegt að greina frá því að þetta var tekið tillit til þeirra athugasemdum sem komum frá forsætisnefnd, þannig að samstaðan þar var mjög góð. Þetta hefur í för með sér sem við erum samtökið hér tvennt, annars vegar eru rýmkaðar allar heimildir til að halda fjarfundi svo þeir geti gengið vel fyrir sig og tekið allar nauðsynlegar ákvarðanir löglega og hins vegar erum við í ljósi þess að búið var að ákveða að fella niður næsta reglulega borgarstjórnar fund 7. apríl sem var ákveðið í að forsætisnefnd bæði þegar áætlun fyrir árið var samin og síðan líka í borgarstjórn á seinasta fundi þar sem sú tillaga var afgreidd með öllum greiddum atkvæðum að það er eðlilegt að borgarráð sem starfandi og hafi allar fullar afgreiðslu heimildir á meðan að þessi ástæði stendur því oft getur þurft að grípa til þeirra með skömmum fyrirvara. Þannig ég mæli til og vil þakka góða samstarf við fulltrúa í minnihluta og meirihluta það að koma þessu máli til leiðar. Legg til að verði samþykkt. Það liggur til fyrir fundunum breytingartillaga að fækka ekki fundum borgarstjórnar heldur þvert á móti að fjölga þeim og ég mælist með að hún verði felld. Takk fyrir. Ég hef lokið málum. Verið saman komin í raun núna á sama stað þó við séum ekki á sama staðnum og með leyfi forseta þá ætla ég að fá að lesa tillöguna í heild og greinargerð en tillagan í rauninni mjög svipuð og hún heldur inn í ákvæðum fjarfundi að heimila það en í stað þess að færa verksvið borgarstjórnar til borgarráðs þá legg ég til að í ljósi stöðunar fundum borgarstjórnar verði fjölgað svo við getum einmitt komið saman í gegnum fjarfundabúnað og fundað því það eru
mörg mál sem við þurfum að ræða og taka ákvarðanir á þessum tímum og sennilega margt sem að mun koma upp sem við þurfum að taka ákvarðanir og eins og við vitum þó að borgarráði verði falið heimildir borgarstjórnar að þá verksviðið ekki að sama og heimildir borgarfulltrúa sem sitja þar ekki það sömu. Þannig að með leyfi forseta þá ætla ég að fá að lesa tillöguna og greinargerð. Borgarstjórn samþykkir að falla tímabundið frá skilyrðum ákvæða 3. málsgreinar 17. greinar sveitarstjórnarlaga með vísan til auglýsingar nr. 230/2020 ákvörðun samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra samkvæmt 6. bráðabirgðaákvæði sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Vegna áhrifa kórónuveirunnar á samfélagið mikilvægt að borgarstjórn ræði brýn málefni og komi saman til ákvörðunartöku. Í stað þess að fela borgarráði sömu heimildir og borgarstjórn hefur fram að næsta reglulega fundi borgarstjórnar 21. apríl með sömu skilyrðum sem gilda í sumarleyfi borgarstjórnar samkvæmt 48. grein samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar lagt til að fjarfundum borgarstjórnar verði fjölgað. Aðeins hluti borgarfulltrúa situr í borgarráði og ekki allir hafa atkvæðarétt þar. Lagt til að fundir borgarstjórnar verði vikulega fram til 21. apríl. Á þessum tíma verður heimilt að nota fjarfundabúnað á fundi borgarráðs, fagráðum samkvæmt B-lið 63. grein samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og öðrum nefndum samkvæmt B-lið 64. greinar samþyktarinnar eftir því sem við á. Notkun fjarfundabúnaðar skal að jafnaði vera í samræmi við ákvæði í leiðbeiningum notkun fjarfundabúnaðar á fundum sveitarstjórna nr. 1140/2013 meiri hluti fundamanna þarf ekki að vera boðið fundastað. Í samræmi við 8. grein leiðbeiningana verður fundagerð borgarstjórnar áfram staðfest og yfirfarin af forseta borgarstjórnar og skrifurum. Greinargerð. Í ljósi stöðunar sem nú ríkir í samfélaginu mikilvægt að Reykjavíkurborg bregðist við og setji fram viðbragðsáætlanir við þeim afleiðingum sem kórónuveiran hefur. Hér lagt til að fjölga fundum borgarstjórnar yfir næsta mánuðinn þar sem engin fyrirhugaður fundur samkvæmt fundadagatali fyrr en 21. apríl 2020. Upphafleg tillaga sem lögð var fyrir fundinum gerir ráð fyrir því að borgarráð muni fara með verkefni borgarstjórnar á umræddu tímabili. Hér rétt að nefna að það gildi ekki sömu heimildir borgarráð og borgarstjórn. Í fyrsta lagi sitja ekki allir fulltrúar borgarstjórnar í borgarráði og í öðru lagi hafa ekki allir atkvæðarétt þar, ólíkt því sem á við borgarstjórn. Þar að auki fundir borgarráðs lokaðir en fundir borgarstjórnir opnir þannig að borgarbúar og aðrir geta fylgst með því sem fer fram á þeim vettvangi. Þó borgarráð fara með heimildir borgarstjórnar á umræddu tímabili þá umgjörð fundana mjög ólíkt og mikilvægt á tímum sem þessum að tryggja að borgarstjórn öll geti tekið þátt í þeirri stefnumótandi ákvörðunartöku sem framundan. Skiljanlegt að það þurfi að tryggja vettvang þar sem hægt að bregðast hratt við aðstæðum sem nú ríkja í samfélaginu. Mikilvægt að auka fundir borgarstjórnar séu því skilvirkir með skýrt mótaða dagskrá hvernig skuli bregðast við áhrifum og afleiðingum kórónuveirunnar. Lagt til að skrifstofu borgarstjórnar verði falið utanumhald fundana og útfærsla tæknilegra mála. Breyttir tímar sem þessir bjóða upp á krefjandi nálganir af verkefnum en með tækninni má leysa málin þar sem fjarfundabúnaður og streymi frá fundi valkostur án þess að fundafólk og starfsfólk fundarins þurfi allt að vera á sama staðnum. Þá hefur Sanna Magdalena Möstudóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að taka til máls í viðbót og það Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og aðrir tilheyrendur. Eftir að sveitarstjórnir báðu samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið breytingar á sveitarstjórnarlögum svo hægt væri að halda störfum sveitarstjórnar gangandi og taka gildar ákvarðanir á fjarfundum var frumvarp lagt fyrir þingið sem var hins vegar eitthvað annað og miklu víðtækara og verra til að byrja með.
Þar var lagt til að ráðherra geti heimilað sveitarstjórn að víkja frá hvaða ákvæði sveitarstjórnarlaga sem er. Slíkt hefði auðvitað verið algjörlega óþarfi, svo hægt sé að taka ákvarðanir á fjarfundum og halda störfunum gangandi. Slíkt hefði líka verið ólýðræðislegt og hefði fjarlægt alla minnihlutavernd. Þekkt er að krísur geti skapað rými fyrir gerræðislega hegðun í skjóli öryggissjónarmiða. Því verðum við að vinna gegn og þó aðstæður séu sérstakar verðum við að virða prinsipp lýðræðisins. Allir gera sér grein fyrir að hraða þarf aðgerðum sem tryggja eðlilegan rekstur ríkis, sveitarfélaga og fyrirtækja. En það er ekki hægt að víkja frá lýðræðinu. Því fagna ég að niðurstaða Alþingis hafi verið fjarri upprunalegum áætlunum. Það er þekkt aðferð að stjórnvöld nýti fordæmalaust árferði sem skapast við krísur til að koma í gegn pólitík sem öðru jafna myndi aldrei njóta stuðnings almennings. Að krísur geti skapa rými fyrir slíka hegðun og dæmi eru viðbrögð Bandaríkjanna við 11. september með stríði gegn hryðjuverkum, mannréttindabrotum, Guantanamo fangelsisπyndingum og eftirlitssamfélaginu sem var komið á fót. Og þessu verðum við öllu saman að vinna gegn. Ef við ætlum að standa undir því að kallast lýðræðisríki verðum við að standast þessa prófraun, virða áfram grunnstoðir lýðræðisins og viðhalda minnihlutavernd. Og þetta segi ég sem fulltrúi meirihluta í borgarstjórn. Með þeim breytingum sem gerðar voru á upprunalegu frumvarpi er hægt að tryggja starfsemi sveitarfélaga en engu að síður sjá til þess að ekki verði skapað rými til að víkja frá lýðræðislegum grundvallar prinsipum okkar samfélags. Og það er mjög gott mál og því styð ég þessa tillögu. Þá hefur Dóra Björn Guðjónsdóttir borgarfulltrúi máli sem hefur einn borgarfulltrúi óskað veita ansvar og er það Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég ætlaði alls ekki að tala á þessum fundi, en eftir síðustu ræðu þá sé ég mig knúna til þess að svara því. Borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir kom hér upp og talaði að í svona ástandi gætu orðið einræðistaktar og stjórnvöld nota sér aðstæður til þess að koma ákveðnu hlutum í gegn. Því ég ætla að minna aftur á það að ég varaði við þessu á síðasta borgarráðsfundi sem við sátum og lagði fram þannig bókun vegna þess að Reykjavíkurborg var á fullri ferði með að nýta sér þetta ástand að mínu mati, en bókunin hljóðar svo með leyfi forseta. Hér er verið að leggja til mikið valdaframsal kjörinna fulltrúa til embættismanna borgarinnar á fjármál- og áhættustýringasviði. Enn og ný er minnst á að COVID-19 verði ekki notuð sem hvalreki eða happafengur í rekstri borgarinnar. Hér er verið að fara á svig við lög og innkaupareglu borgarinnar. Er ástandið svo slæmt að kippa í öllu sambandi? Nei, svo er ekki. Kemur fram að allir samningar sem gerði verið á tímabilinu samkvæmt þessari heimild myndu vera lagðir fyrir borgarráð innan 15 daga. Þetta er afleidd stjórnsýsla. Borgarráð getur komið saman hvenær sem er og nú þegar hafa verið haldnir 2 aukafundur í borgarráði. Einnig er minnt á að búið er að breyta lögum á þann hátt að halda megi fundi í gegnum fjarfundabúnað með litlum fyrirvara. Tilvitnun lýkur. Virðulegi forseti, þetta var akkurat það sem ég varaði við að myndi gerast hjá Reykjavíkurborg. Þess vegna er þessi ræða hjá borgarfulltrúa í meirihlutanum alveg hreint óskiljanleg. Hér var komin algjör samstaða að þetta yrði með þessum hætti, að borgarráð myndi fá valdheimildir borgarstjórnar tímabundið eins og sumarfrí borgarstjórnar væri að ræða. Þess vegna finnst mér mjög einkennilegt að það skuli vera komin upp þessi staða að borgarfulltrúi meirihlutanum komi fram með þessa ræðu og sé hér að vísa til annarra landa. Ég minni á það að til dæmis í Noregi var það svo að ríkisstjórn Ernu Solberg lagði það til að löggjafarvaldið yrði tekið af norska stórþinginu og fært til ríkisstjórnarinnar í 6 mánuði. Stjórnarandstaðan reis upp og talaði að það væri ekki hægt að gera Noreg að einræðisríki og þeim var breytt í kjölfarið. En ég ætla ekki að taka til máls aftur, en ég varaði við þessu og ég lýsi fullum stuðningi yfir við þá tillögu sem liggur fyrir þessum fundi.
hefur Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar og svara þá andsvar borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti. Borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir kemur inn upp og fer dálítið út á suður og bendir að bókun sinna sem að tengist máli þar sem að var lagt til að hægt væri að gera leigusamninga sem svo yrðu lagðir fyrir borgarráð 2 vikum eftir allavega fyrir innan 2 vikna eftir að sá samningur hafi verið gerður. Þessir leigusamningar væru bara til að bregðast við núverandi ástandi, meðal annars til þess að koma húsnæðislausu, heimilislausu fólki í skjól ef að það þurfi að vera í sóttkví vegna þess að hafa veikst. Það er meðal annars ástæðan fyrir þessu. Ég tel það vera mikilvægara að mannréttindi fólks og velferð þess sé höfð í fyrsta sæti á þessum tímum frekar en að borgarráð ráði nákvæmlega yfir því hvar fólk fái húsaskjól ef að það þarf húsaskjól vegna ástandsins, sérstakt húsaskjól vegna ástandsins. Því er verið að taka þetta allt saman úr samhengi og verið að láta það einhvern veginn líta út fyrir að það sé verið að taka allt kerfið úr sambandi og það er af og frá og ég vísaði á bug og mér finnst alvarlegt að heyra borgarfulltrúa að tala svona hér í pontu. En þetta er kannski típist fyrir borgarfulltrúan sem að vill valda fjaðrafóki og draga athyglina frá því sem skiptir máli sem er velferð einstaklinga og mannréttindi. Þá hefur Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvar og veiti þá andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, borgarfulltrúar og tilheyrendur, ég sagði það hér í fyrri ræðu minni að ég ætlaði ekki að tala aftur en ég sé mig knúna til þess. Borgarfulltrúin fer hér með mikið fleipur, hálsannindi og hvítalígi vegna þess að hér fyrir borgarráð var lagt galopin heimild til þess að Reykjavíkurborg geti gert leigusamninga og ekkert annað. Og þess vegna gerði ég svona ríka athugasemdir við þessa heimild á sínu tíma á þessu fundi. Það kom hér löngu síðar munnlega fram að verið væri að tala um heimilislausa. Hvers vegna var þessi heimild þá ekki þrengd með þeim hætti? Þetta var galopin leigusamningur, það fóru hérna fram umræður þetta hvaða heimildir væri verið að veita og þegar svo stendur á, þar þrífst vinavæðing og spilling eins og bentir á í skýrslu innri endurskoðanda í Braggamálinu. Því að ég sagði jafnframt á þeim fundi að það væri mjög eðlilegt að þeir sem ættu húsnæði Reykjavík myndi bjóða það fram tímabundið og Reykjavíkurborg ætti að auglýsa eftir þannig húsnæði. Það kom löngu síðar fram í umræðunum að þetta væri hugsað fyrir heimilislausa. Þannig að það bar árangur, þessi umræða og þessar ábendingar mínar og við stöndum hér á þessu fundi til þess að borgarráð fái þær valdheimildir að koma að þeim ákvörðunum sem eru teknar en valdið ekki framselt til embættismanna frá kjörnu fulltrúum. Og það var það sem að umræðan var Þess vegna þessi ræða borgarfulltrúans Dóru Bjartar Guðjónsdóttur og hennar andsvör alveg hreint dæmalaus, sérstaklega á þessu fundi þar sem átt að ríkja sátt og samlyndi afgreiðslu þessara tillögu og ég minni aftur á það viðkomandi borgarfulltrúar oddviti í stjórnmálaflokki sem tilheyrir þessum meirihluta. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ég tek að sjálfsögðu undir orð borgarfulltrúans Vigdísar Hauksdóttur að mikilvægt sé að framselja ekki allt vald embættismönnum frá kjörnum fulltrúum en það er ekki verið að leggja slíkt til á neinum tímapunkti í þessu ferli og ég myndi síst af öllum sætta mig við einhverja slíka tillögu. Ég ætla bara að lesa þessa tillögu sem var samþykkt á borgarráðsfundi sem að borgarfulltrúin vitnar í og borgarfulltrúin heldur því fram að Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir heldur því fram að
að það hef ekki verið einhvern veginn algjörlega skýrt að þetta snúist sérstakt ástand. Ég vil bara lesa tillöguna, þar kemur fram að lagt til að borgarráð samþykki að veita fjármála- og áhættustýringarsviði tímabundna heimild til að taka á leigu húsnæði án samþykktar borgarráðs vegna óvissu ástand sem ríkir nú vegna COVID-19 faraldurs. Fyrirsjáanlegt að smit og eða sóttkvía ástand geti myndast í húsnæði Reykjavíkurborgar á komandi vikum og nauðsynlegt að geta brugðist hratt við til þess að tryggja grunnþjónustu borgarinnar og á það sérstaklega við, og hér kemur það fram sem að ég var að minnast á, sérstaklega við húsnæði þar sem velferðarsvið veitir þjónustu. Allir samningar sem verða gerðir á tímabilinu samkvæmt þessari heimild munu vera lagðir fyrir borgara innan 15 daga. Þegar það algjörlega ljóst að þessari tillögu hvað þetta fjallar og mér finnst rosalega óþarfi að fara að láta eins og hér sé verið að framselja vald af óþörfu. Það bara ekki þannig. Við viljum tryggja velferð einstaklinga og öryggi og mannréttindi. Takk fyrir. Þá hefur Dóra Björk Gunnarsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri kort sér ljós undir þessu dagskrárlið og þá gengið til atkvæðagreiðslu. Fyrir liggur breytingartillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands við tillögum heimildir til frávika frá skilyrðum sveitarstjórnarlaga vegna neyðarástands í sveitarfélaginu. Verður þá gengið fyrst til atkvæðagreiðslu þessa breytingartillaga og mun fara það fram með nafnakalli. Forseti mun kalla nöfnin borgarfulltrúa og borgarfulltrúið svara þá já, nei eða greiða ekki atkvæði. Forseti endurtekur þetta svo þannig að það sé alveg skýrt og því verður skráð. Þá sem sagt gengið til atkvæðagreiðslu þessa breytingartillögu frá borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands og ég forseti biður þá að greiða atkvæði og fyrst þá Dagur B. Eggertsson. Nei. Borgarstjóri segir nei. Pavel Bartosek, borgarfulltrúi. Nei. Borgarfulltrúin segir nei. Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Nei. Borgarfulltrúin segir nei. Sanna Magdalena Vörtudóttir. Já. Borgarfulltrúin segir já. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Nei. Borgarfulltrúin segir nei. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Nei. Borgarfulltrúin segir nei. Egill Þór Jónsson. Nei. Borgarfulltrúin segir nei. Valgerður Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Nei. Borgarfulltrúin segir nei. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Nei. Borgarfulltrúin segir nei. Líf Magnýjadóttir, borgarfulltrúi. Nei. Borgarfulltrúin segir nei. Forsetinn sjálfur, Sabine Leskop, borgarfulltrúin í þessu tilfelli segir nei. Eyþór Laxdal Arnalds. Nei. Borgarfulltrúin segir nei. Skúli Helgason, borgarfulltrúi. Nei. Borgarfulltrúin segir nei. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Nei. Borgarfulltrúin segir nei. Aron Leví Beck, borgarfulltrúi. Nei. Borgarfulltrúin segir nei. Dóra Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Nei. Getur borgarfulltrúin endurtekið? Dóra Magnúsdóttir segir nei. Borgarfulltrúin segir nei. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Nei. Borgarfulltrúin segir nei. Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Nei. Borgarfulltrúin segir nei. Katrín Atladóttir, borgarfulltrúi. Katrín Atladóttir, borgarfulltrúi. Segir nei. Borgarfulltrúin segir nei. Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Nei. Borgarfulltrúin segir nei. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Nei. Borgarfulltrúin segir nei. Og Rannveig Ernudóttir, borgarfulltrúi. Ég segi nei. En Rannveig Ernudóttir, borgarfulltrúi segir nei.
Dóra, já, forseti biður afsökunar. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Ég segi nei og þakka fyrir að fá að kjósa. Borgarfulltrúin segir nei. Tillagan er þá fellt með 22 atkvæðum, einn greiður atkvæði með tillögunni. Þá er gengið til atkvæðagreiðslu tillaga tillögu heimildir til frávika frá skilum sveitarstjórnarlaga vegna neyðarástands í sveitarfélaginu eins og hún lá fyrir á útsendri dagskrá. Og aftur fer fram nafnakall. Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Já. Borgarstjórinn segir já. Pavel Bartosek, borgarfulltrúi. Ég segi já. Borgarfulltrúi segir já. Heiða Björk Hilmarsdóttir, borgarfulltrúi. Segi já. Borgarfulltrúi segir já. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Já. Borgarfulltrúi segir já. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Greiðir ekki atkvæði. Borgarfulltrúin greiðir ekki atkvæði. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Já. Borgarfulltrúin segir já. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Já. Borgarfulltrúin segir já. Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi. Borgarfulltrúin segir já. Valgerður Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Já. Borgarfulltrúin segir já. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Ég segi já og boða bókun. Borgarfulltrúi segir já. Líf Magnýdóttir, borgarfulltrúi. Já. Borgarfulltrúin segir já. Sabine Leskop, borgarfulltrúi segir já. Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Já. Borgarfulltrúin segir já. Skúli Helgason, borgarfulltrúi. Já. Borgarfulltrúin segir já. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Já. Borgarfulltrúin segir já. Aron Levi Beck, borgarfulltrúi. Já. Borgarfulltrúin segir já. Dóra Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Dóra Magnúsdóttir segir já. Borgarfulltrúin segir já. Hjalmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já. Borgarfulltrúin segir já. Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Já. Borgarfulltrúin segir já. Katrín Atladóttir, borgarfulltrúi. Já. Borgarfulltrúin segir já. Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Já. Borgarfulltrúin segir já. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Já. Og Rannveig Erndóttir, borgarfulltrúi. Já. Þá er tillagan samþykkt með 22 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði og búin að boða bókanir. Þá bið ég fyrst borgarfulltrúum Kolbrún Baldursdóttir að lesa upp bókun. Forseti leyfir að lesa upp bókanir úr sætinu borgarfulltrús þess óskar. Já, borgarfulltrúi Flokks fólksins hefur tjáð sig í ræðu og ritu óskir þess að borgarstjórn, meiri og minnihlutin vinni saman að tillögum, aðgerðaplani og ákvörðunum í þessum fordæmulausu aðstæðum enda sterkari saman en sundruð. Hins vegar finnst borgarfulltrúa það ekki mikilvægt að ákveða fjölgun borgarstjórnarfunda hér og nú næsta mánuðin, heldur myndi frekar sjá fyrir sér að oddvitar flokkana hittust á fjarfundum reglulega samhliða öðrum fundum sem haldnir eru til að ræða tillögur, aðgerðir og framvindu aðstæðna. Hvað varðar borgarstjórn telur borgarfulltrúi Flokks fólksins vera nú þegar svo möguleiki hefur skapast að geta haldið fjarfundi þá sé ekkert af vanbúnaði að boða til aukafunda oftar en sjaldnar og skapist eitthvað vafamál hvort rétt eða nauðsynlegt sé að kalla saman fund þá skuli það hiklaust gert bæði þann mánuð sem heimildin er til og í framtíðinni. Takk. Fleiri bókanir? Já. Og það er borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Borgarfulltrúi sósíalista fagnar því að hægt sé að nota tæknina til að tryggja að fundir borgarinnar geti farið fram í gegnum fjarfundabúnað á tímum sem þessum telur fulltrúi sósíalista mikilvægt að borgarstjórn komi saman til funda þau mikilvægi mál sem kunna að koma upp vegna kórónuveirunar og afleiðinga hennar. Með við núverandi fundadagatal er næsti reglulegi fundur borgarstjórnar ekki á dagskrá fyrir en 21. apríl 2020 og í ljósi aðstæðna lagði borgarfulltrúi sósíalista fram tillögu
að fjölga fjarfundum borgarstjórn á þeim tíma í stað þess að fela borgarráði sömu heimildir og borgarstjórn hefur. Í borgarráði situr einungis hluti borgarfulltrúa, ekki allir þær hafa atkvæðisrétt óháð borgarstjórn. Á tímum sem þessum mikilvægt að tryggja borgarstjórn komi öll saman og hún geti tekið þátt í þeirri stefnumótandi ákvörðunartöku sem framundan. Eru fleiri bókanir á þessum fundi? Nei. Þá liggur ekki fleira fyrir á fundi borgarstjórnar á þessum degi og þessum mjög óvenjulega degi. Forsetinn ætla að enda einlega bara með að þakka öllu starfsfólki sem kom að undirbúningi á þessum fundi, einnig tæknimanna sem unnu frábært starf hér, en einnig að sjálfsögðu almennt starfsfólk til starfsfólk borgarinnar sem vinnur alveg ótrúlegt starf þessa dagana. Fundinum í borgarstjórn Reykjavíkur borgar þar með slitið 24. mars, klukkan 12:45.